Drottinn, við leggjum þessa stund í þínar hendur og ég þakka þér fyrir að orð þitt mun tala til okkar, það mun blessa okkur og það mun byggja okkur upp. Í Jesú nafni, amen. Amen. Það er mjög merkilegt með Biblíuna hvernig hún talar hina kristnu og hvernig Guð sér okkur á allt annan hátt heldur en við sjáum okkur sjálf. Og ég ætla að byrja á að lesa hérna eina lýsingu og hérna segir í Pétursbréfi hina kristnu. En þið eruð útvalin kynslóð, konunglegur prestdómur, heilög þjóð, eignarlýður, til þess að þér skulið víðfræja dáðir hans sem kallaði ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Og það verum konungar og prestar stendur hana. Og svo horfum við kannski á okkur sjálf, hvort sem er nú í spegli eða ekki. Við sjáum gallan í okkur. Við sjáum þegar við reiðumst, þegar við eigum að gera eyðast. Við sjáum þegar við látum ógetileg orð falla, þegar við eigum ekki að gera það. Við sjáum þegar við erum í sjálfsvorkunn í staðinn fyrir, og við sjáum brestin okkar. Við sjáum þegar við missum stjórn og skapi okkar, þegar við ætluðum einmitt ekki að gera það. Og alla þessar hluti sem er í lífi okkar og við hugsum býttu við. Hvernig getur Biblían sagt þetta mig? Því að þessi vers, þau eru sögð til allra kristinna manna. Alla kristna menn. Og þetta er bréf sem er ekki skrifað til ákveðins safnaðar, heldur svo kallað almennt bréf, Péturs póstóla. Og Guð, hann sér það sem við erum að verða, það sem hann ætlar að gera úr okkar lífi. Við horfum gjarnan á fortíðina og það sem er að í nútíðinni. Og það er að horfa á sama hlutin með tvennum augum. Ég get haldið á lirfu og sagt þetta er grænn ormur. Ég get líka sagt þetta er fallegt fiðrildi. Vissulega lirfran ekki farin að fljúga og vissulega er það alveg rétt að segja hún er grænn ormur. En ég get valið að sjá þetta er fiðrildi. Ég er bara ekki búinn að sjá fiðrildið í sinni fullu dýrð, en þetta er samt fiðrildi. Og þannig horfir Guð á okkur. Hann sér það sem hann hefur plantað í okkur sem á eftir að vaxa fram. Og í fyrsta Jóhannesarbréfi þá er áfram talað svona, 3. kafla, vers 9, vers 1, þar segir hann: Sjáið hvílíkan kærleika Faðirinn hefur auðsýnt okkur að við skulum kallast Guðs börn. Það er nú ekki leiðum að líkjast að vera Guðs börn. En ef við berum saman Guð, kærleikans, gleðina sem er í honum, ótakmörku gleði, kraftinn, langlindið, samkenndina og engin synd til í Guði, þá segjum við, hvernig get ég verið barn Guðs með alla minna galla og með allt sem ég séð að í mínu lífi. Og við vitum að börn, þau líka fá eiginleika foreldrana. Og hvað er þessi guðlegu eiginleikar í mér, breyskum manninum? Og það segir, og Jóhannes segir í bréfinu sínu, já, hvílíkan kærleika Faðirinn hefur auðsýnt okkur að við skulum kallast Guðs börn, og svo bætir hann við og segir, og það erum við. Sá sem tekur á móti Jesú Kristi og gefur honum líf sitt, hann er Guðs barn. Og svo segir hann, þið elskuðu, nú þegar erum við Guðs börn, og þannig sér Guð lirfuna. Hún er þegar fiðrildi í hans huga.
þó breytingarnar séu ekki allar komnar fram og engin þeirra. Og svo segir, og það ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Það ekki ennþá komið fram það sem við munum verða. En þegar Guð búinn að setja þetta inn í okkur, þá ekkert eftir annað en að þetta vaxi fram. Og svo segir, við vitum að þegar hann birtist, það að segja Jesú, þá verðum við honum lík þegar við munum sjá hann eins og hann er. Og þegar Jesús kemur aftur, fáum að sjá hann í allri sinni dýrð, við fáum að sjá kærleika hans, við sjáum og bara virkilega sjá hann eins og hann er, þá gerist það sem að Guð sáði í okkur, sem gerir okkur að Guðs börnum, þá umbreytust við. Og allt í okkur breytist og við förum að líkjast honum. Þannig að við erum Guðs börn og jafnvel þó við sjáum margt að í okkar fari, þá Biblían skýr að við munum verða honum lík. Það athyglisverðar sögur í Biblíunni, tvær sem ég ætla að nefna. Það sagt frá því í Lúkasar guðspjalli. Þar var stelpa sem var dóttir samkundustjórans og hún Jesú að biðja að koma að lækna hana. Jesú fellst á það. En áður en Jesú kominn á staðinn, þá færa þessar fréttir, þú skalt ekki ómaka meistarann meira, var sagt við samkundustjóran, dóttir þín látin. Það bara ekkert að gera lengur, hún dáin og það þýðir ekki að vera að láta Jesú eða tíma og kröftum í að koma og lækna hana. Jesú ætlaði að reisa hann upp frá dauðum og hann segir við samkundustjóran, óttastu ekki, trú þú aðeins og hún mun heil verða. Og svo kemur hann á húsinu og hann leyfir engum að fara inn nema Pétri, Jóhannes og Jakobi, föður stúlkunnar og móður. Og allir grétu og syrðu, hann segir. Og Jesús sagði, grátið ekki, hún ekki dáin, hún sefur. Og þá hlæja allir að honum. Skrítinn náungi, stelpan dáin, það kominn grátkór og hann hefur bara verkefni að gráta og lýsi yfir sorginni. Og þá kemur ungur maður og segir, hættið að gráta, hún bara sofandi. Hún var dáin. En af hverju sagði Jesú að hún væri sofandi? Það var þess að Jesú var búinn að biðja föðurinn að reisa hana frá dauðum og hann trúði því að svarið væri komið og fann það að faðirinn ætlaði að gera það. Og þá sem sagt, talaði Jesú ekki lengur hana sem dána. Af því að hjá Guði ekki nútíð, framtíð og fortíð. Guð utan allra tíma. Og Guð sér hlutina alveg eins og þeir verða eins og í nútíðinni. Og Jesú var búinn að sjá fyrir sér þessa stelpu lifandi. Það það sem að Jesús gerði, að hann sá hlutina fyrir sér eins og hann hafði beðið föðurinn að þeir yrðu, en ekki eins og þeir voru í veruleikunum hjá öllum hinnum. Svo hann segir, hún bara sefur. Og svo tekur hann í hönd hennar og segir, stúlka, rís upp. Það svolítið merkilegt að tala við lík, en Jesús sá ekkert lík. Hann sá hana fyrir sér sprelllifandi. Og hann talaði við henni eins og hún væri sprelllifandi og segir henni bara rís upp. Og hún gerði það. Og þannig sér Guð okkur, hann horfir ekki á gallan í okkur og vankantana og hvað við erum á margan hátt ólík því sem að við munum verða. Hann sér okkur, alveg svo Jesús sá
dána stúlku lifandi fyrir sér, þá sér hann okkur eins og við munum verða. Sem Guðs börn sem hafa líkjast syni hans Jesú Kristi. Og það líka þetta sama með Lasarus. Jesús vissi að Lasarus væri dáinn, en segir við lærisveina sína, hann sofandi, ég ætla bara að fara að vekja hann. Og hann gerir alveg eins, hann biður ekki Guð föður að reisa frá dauðum. Hann var búinn að því og hann sá Lasarus fyrir sér lifandi og kallar á hann, Lasarus, komdu út. Ég veit ekki hvernig Lasarus fór að því að fara út, því að hann var vafinn í líkklæði, hvort hann skreiði til gólfinu eða hvað gerðist, en Jesús segir leysið hann. Björn Ingi heldur að Jesús hafi bara látið hann svífa út, því að hann hefði ekki getað komist öðruvísi. En hver sem skýringin að þá Guð svona. Hann sér okkur ekki endilega eins og við sjáum okkur núna, hann sér okkur út frá því hvað hann að gera úr okkur. Og þá langar mig til þess að fara aðeins í hvað gerist þegar við verðum Guðs börn. Hvernig verðum við börn foreldra okkar? Jú, gen þeirra urðu að einni frumu sem margfaldaði sig og svo fæddist barn sem hefur sömu erfðaeiginleika og foreldrarnir. Og Jesús að útskýra þetta fyrir fræðimanni og ráðamanni meðal gyðinga sem hét Nikodémus og segir við hann, Guð andi og það sem Guð fæðir andi. Með öðrum orðum, Biblían segir, við erum andi, sál og líkami. Endurfæðing það að andi okkar, hann eyðist og verður engu og í staðinn fæðir Guð nýjan anda í okkur af sjálfum sér. Og þá komið dálítið undarleg staða. Við erum með anda sem fæddur af Guð og hefur alla eiginleika Guðs í kærleika, gleði, kraft, engin synd í honum. En andi okkar þannig verður andi okkar þegar við tekjum á móti Jesú Kristi. Hann fæddur af Guði og með DNA Guðs. Líkaminn hins vegar, hann alveg eins og sálin sem okkar persónuleiki, hún líka svo sama. En vegna þess að Guð fæddi anda okkar upp á nýtt og tók að sjálfum sér og gerði það, þá erum við Guðs börn, ekki fyrir ættleiðingu, ekki stjúpbörn, ekki fósturbörn, við fæddumst inn í Guðs ríkið í endurfæðingunni. Við erum raunveruleg börn hans. En sálin, hún óbreytt, hún frelsuð, hún hólpin, við förum inn í himininn, en sálin óbreytt og líkaminn líka. Þetta það sem við erum. Og Guð fæddi okkur á þennan hátt með því að fæða anda okkur upp á nýtt og þá erum við hluti af hans fjölskyldu. Við erum hluti af hans konungsfjölskyldu. Amen. Og við erum konungar og ríkjum með Kristi, segir Biblían. Og þetta dálítið sérstakt vegna þess að ég stundum bara sjá við kristna sem eru bara ekkert skárri en aðrir. Því miður. Og við sjáum alls konar galla í fólki og kristnir ekkert undanþegnir. Alltaf einu. Þegar Guð fætt anda okkur upp á nýtt, þá erum við í hans fjölskyldu. Og meira en það, Biblía segir að allir kristnir séu í einingu í anda, séu eitt í anda.
alveg sama hvort við erum í einhverjum kirkjudeildum, hvort okkur líkar við hvert annað, við erum eitt í anda þegar Guð hefur fætt anda okkur upp á nýtt. Þannig að við erum börn Guðs, við erum eitt í anda með öllum kristnum í heiminum og þegar Jesús kemur aftur og við sjáum hann í allri sinni dýrð, þá byrjum við að líkjast honum. Og Jesús, hann gerði mjög merkilega hluti. Byrjum aðeins á að Jesús gerðist maður. Það voru ákveðnar ástæður fyrir því að ef Guð ætlaði að bjarga mannkynninu, þá gat hann ekki gert það sem Guð, hann var að gera það sem maður. Og það of langt mál að fara ítarlega út í það, en það byggist á því að það var maðurinn sem braut gegn Guði og það var mannsins að sættast við Guð. En það gat enginn maður gert eftir að okkar fyrsti forfaðir hafði fallið og þá þurfti Guð að gerast maður til að gera það sem einhver aðrir gátu gert. Og Biblían segir að heimurinn var orðinn til fyrir Jesú, allt á upphaf sitt í honum, en stærsta verk sem Jesú vann, það vann hann ekki sem Guð. Það vann hann sem maður, þegar hann var deyddur á krossi, þegar hann steig niður til heljar og upplifði aðskilnað frá föðurnum og þurfti að taka hverja synd og þjáningu af öllum tegundum og gerðum og upplifa þær í botn. Með meiri angist, með meiri sársauka, meira myrkri en nokkur einstaklingur sem lifað hefur. Og hann þurfti að bera þetta utan tímana frá grundvöllum veraldar til endi aldanna. Og svo mikil var þjáningin að Jesús titraði og skalf í Getsemanni þegar stundin nálgaðist. Sviti rann niður og háraðarnar sprungu þannig að voru blóðdropar í svitanum. Af því að það er alveg sama hvað við höfum gengið í gegnum, hvaða þjáning það er eða sjúkdómur, Jesús þurfti að upplifa slíka sársauka í botn, utan allra tíma fyrir allt mannkyn. Og þetta verk af ákveðnum ástæðum sem tengist líka frjálsum vilja mannsins, gat Guð ekki unnið sem Guð, hann var að gera það sem maður. Og það eru vissir hlutir sem við mennirnir þurfum að gera fyrir kraft Guðs til að umbreyta þessari veröld. Og þá gerðist það að þegar Jesú var búinn að deyja á krossi, hann var búinn að rísa frá dauðum, þá ákvað hann að setjast föðurnum til hægri handar. En það var einn vandi sem þurfti að leysa. Ef að Jesús færi og settist föðurnum til hægri handar, þá var engin fulltrúi mannkyns að taka stöðu okkar gagnvart Guði hér á jörð. Svo hvað gerir hann? Hann lætur hina kirkju sína hér á jörð, hina kristnu, taka stöðuna sem hann sjálfur hafi tekið. Amen. Og þetta liggur mjög auðvelt fyrir mig að skilja þetta atriði, af því ég er nú lögmaður og ég er oft með umboð frá fólki til að gera eitthvað sem að það er kannski í útlöndum og gefur umboð til að gera eitthvað. Það felur mér að vinna eitthvað ákveðið verk og þá hef ég umboð til þess að biðja alls konar upplýsingar sem annars liggja ekki á lausu. Það geta verið læknisfræðilegar, þær geta verið fjárhagslegar og ég get samið kröfur, ég get gert kröfur
og margt fleira sem að ég er oft með umboðlega að gera. Og svo stendur í umboðinu allt sem að umboðsmaðurinn gerir, eða lögmaðurinn, í krafti umboðsins hefur sama gildi og ég hefði gert það sjálfur. Og Biblían segir, þegar við biðjum í Jesú nafni, þá hefur það sömu vigt gagnvart föðurnum og himnum og ef að Jesús hefði verið að biðja. Og hann segir, hvað sem þið biðjið í mínu nafni, það mun Faðirinn veita ykkur. Af því að það jafngildir því að Jesú væri að bera bænina fram. Að þegar við gerum það í hans nafni, í hans umboði og hann fól okkur að taka þá stöðu gagnvart föðurnum og gagnvart öllu hér á jörðu sem hann áður hafði tekið. Svo langt gengur þetta að Biblían kallar hina kristnu á jörðinni líkama Krists. Og Páll segir, þetta þannig, Jesús er höfuðið og við erum mismunandi hluta líkamans að öðru leyti. Þetta er og þannig að þegar við tökum stöðu okkar hér í jörð, þá getum við séð, við getum sagt, Guð, þú getur notað mig. Og svo segjum við eitthvað leiðilegt til börnin okkar, maka okkar, einhvern annan, látum eitthvað, alls konar gallar í okkur, en samt sem áður, þá velur Guð að nota okkur. Samt sem áður, þá gaf Guð okkur nafnið Jesú til að biðja og framkvæma í og þá hefur það sama vald og Jesú sjálfur hefði gert það. Amen. Og það er vegna þess að það var ákveðin hlutir sem Guð gat bara gert sem maður og þess vegna gerðist Guð maður í Jesú Kristi. En ég segi sagt, þá er spurningin, ef að þetta er nú rétt, að Guð gaf okkur vald til að starfa í Jesú nafni, hvað get ég þá bara sagt í Jesú nafni þá vinnur þessi fótboltaleikur svona eða handboltaleikur svona, hvað meinar Jesú? Og svarið við þessari spurningu er í sögunni hundraðshöfðingjann. Þegar Jesús var að vinna á jörðu, þá sagði hann, ég geri ekkert annað en það sem ég heyri frá föður mínu. Jesú hafði þetta vald sem hann hafði af því hann setti sjálfa sig undir föður sinn á himnum. Og það er eins með okkur að þegar við göngum fram í þessu valdi sem að felst Jesús gaf okkur, að ganga fram í hans nafni, þá virkar það vegna þess að við beygjum okkur undir hann og undir hans vald og þá gefur hann okkur sitt vald til að fara út með í Jesú nafni. Amen. Þess vegna getum við ekki beitt þessu valdi, þessu nafni Jesú, með öðrum í andstöðu við vilja Guðs. Það er ekki hægt, það virkar ekki. Og að því að hann gaf okkur sitt nafn til að framkvæma sinn vilja. Amen. Í hans nafni getum við beðið hvað sem við viljum. Við getum beðið Guð meiri peninga eða mæta þörfum okkar, en við gerum alltaf eins og Jesús gerði í Getsemanni. Þegar hann búinn að biðja Guð eitthvað, hrópa til hans, þá sagði hann, þó ekki eins og ég vil, heldur eins og þú vilt. Þannig að við erum alltaf undir þessu valdi Jesú þegar við ætlum að koma fram í hans valdi. Ef við megum biðja föðurinn hvað sem er, en það er alltaf, þó við orðum það ekki, þá er alltaf þetta
ég beygi mig til þitt vald, þannig að það verður að vera þinn vilji en ekki minn. Og hundraðshöfðinginn skildi þetta. Jesú er beðinn að, þetta er í Lúkas 7, Jesús var að tala í fólki þegar hundraðshöfðinginn okkur, hann átti þjón sem var mat mikils, hann var sjúkur og dauðvona. Og hann sendir öldunga Ísraels til Jesú til að biðja Jesú að koma til hans. Og þetta var svolítið mikið mál fyrir Jesú, vegna þess að ef hann færi inn í hús hans, þá sem sagt þurfti að samkvæmt lögmálunni að gera ákveðna hreinsun og eftir hjá sér, og ég ætla ekki að fara út í það núna, en þetta var mjög mikil fyrirhöfn fyrir Jesú að gera þetta, að fara inn í hús hans. Og svo þegar Jesú er að nálgast húsið átti skammt eftir, þá sendir hundraðshöfðingi vini sína til Jesú og lét segja við hann: ómaka þig ekki, drottinn, því ég er ekki verður þess að þú gangir undir þak mitt. Og hann hefur það í huga hvað þetta er mikið vesinn fyrir Jesú ef hann gerir það. Og til dæmis þegar Pétur postul hafði sagt frá því í postulasögunni þegar hann fór inn í hús hundraðshöfðingja, og þá var það allt vitlaust yfir að hann skyldi hafa gert það. En hann segir: ómaka þig ekki, drottinn, því ég er ekki verður þess að þú gangir undir þak mitt. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfum mig verðan þess að koma til þín. En mæl þú eitt orð og þá mun sveinn minn heill verða. Hundraðshöfðinginn áttaði sig á því. Jesús þurfti ekki að koma inn í húsið. Hann þurfti bara að segja eitt orð. Amen. Og hundraðshöfðinginn útskýrir af hverju hann gerir sig grein fyrir því að Jesús þurfti bara að segja eitt orð til hann yrði heilbrigður. Hann segir: því að sjálfur er ég maður sem verður að lúta valdi og að ræði yfir hermönnum, og ég segi: veit, farð þú, hann fer, við annan kom þú, hann kemur, við þjón minn gerði þetta og hann gerir það. Þannig hann er að segja: ég er undir valdi Rómakeisara og þeirra yfirmanna minn í hernum sem eru herra settir en ég, og það endar hjá Rómakeisara. Og af því er undir þessu valdi, þá get ég sagt þeim sem er undir mér hvað þeir að gera, og þeir bara gera það. Og hann segir: þú ert undir valdi föðurins á himnum, og ef að þú skipar sjúkdómnum fyrir, þá bara fer hann. Alveg eins og þegar ég segi við þá sem er undir mér: gera þetta og gera þetta, og gera þeir það. Þú þarft ekkert að standa í þessu veseni. Segðu bara eitt orð og þá verður hann heilbrigður. Og Jesú bara verður furðu lostinn og segir: ég sé meiri trú hjá þessum heiðna manni heldur en ég nokkuð tíma sé hjá nokkrum gyðingi í Ísrael. Amen. Og þetta er sama lögmála hjá okkur, að ef við setjum vilja okkar undir vilja Guðs, þá getum við beðið í nafni Jesú og Faðirinn heiðrar það með sama hætti og Jesús sjálfur hefði gert það. Halleluja. Og þetta er mjög merkilegt að lesa þetta þegar við horfum á okkur sjálf og aðra kristna og sjáum alla gallana sem við getum leitað uppi. En ég ætla að lesa hér í öðru Kórinthubréfi, 5. kafla. Ef einhver er í Kristi, þá er hann nýr maður. Hið liðna varð engu nýtt er orðið til. Allt er frá Guði sem sætti mig við sig í Kristi og gaf mér þjónustu sáttar gjörðarinnar. Og þessi vers, þau getur nú færið í enskar biblíur, og að þetta er í raun og veru á við alla kristna, ekki bara Pál. Að Guð sætti okkur við sig í Kristi og gaf okkur þjónustu sáttar
sáttargjörðarinnar. Því það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, hann tilreiknaði mönnunum ekki afbrot þeirra og fól mér og okkur að boða orð sáttargjörðarinnar. Ég því erindreki Krist, svo þetta líka við okkur, sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists, láti sættast í Guð. Þannig við tökum stöðu Jesú og boðum fagnaðarerindið, boðum Guðsríkið og biðjum eins og í hans nafni eins og hann væri sjálfur að biðja. Halleluja. Og Jesús segir við lærisveina sína rétt áður en hann var handtekinn, hann segir, hann segir við Filippus, trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðirinn í mér? Og það sem ég segi við ykkur ekki mín orð. Faðirinn sem í mér vinnur sín verk. Jesús segir líka, þegar andi Guðs kemur, þá verð ég í ykkur. Og ég vinn mín verk í gegnum ykkur, eins og faðirinn vann sín verk í gegnum mig. Jesús segir, ég í föðurnum og faðirinn í mér. Faðirinn sem í mér vinnur sín verk og Jesús í okkur vinnur sín verk. Páll segir, það ekki lengur ég sem lifi, heldur Kristur í mér. En hann gerir sér grein fyrir því hann nú ekki fullkominn og segir, en það líf sem ég lifi í mínu eigin holdi, það lifi í trúna á Guðs son. Hann áttar sig á því að það langt í land. Hann ennþá lirfan, hann ekki orðinn fiðrildi. Og hann segir að hann sé erindreki Krists, hann sendur. Hann rekur erinda Jesú. Það það sem ég geri sem lögmaður. Ég rek oft erind annara í umboði frá þeim. Og hann segir að þeir sem trúa á hann muni gera sömu verk og hann, að því að hann fari til föðurins. Amen. Og þar situr hann föðurinn til hægri handar og ríkir með föðurnum, en þetta ekki alveg, þetta gengur lengri en það. Við erum hluta líka með Krists. Þannig að það vald sem fylgir því að sitja föðurnum til hægri handar vald kirkjunar og einstakra kristinna manna. Við erum hluta líka með Krist, segir Biblían. Og þess vegna segir Jesú að því ég sestu föðurinn til hægri handar og teki allt vald, þá geti ég gert meiri verk. Og svo endar hann að segja, og ef þið hvers sem þið biðjið í mínu nafni mun ég gera, svo faðirinn vegsamist í seininum. Ekki til uppáhalds íþróttafélag að vinna leik, heldur til að faðirinn vegsamist í seininum. Við erum erindrekar Guðs og þetta umboð, þetta Jesú nafn virkar þegar við erum að vinna Guðs verk og reka hans erinda. Amen. Og það einhver leyndardómur í því þegar við gerum eitthvað sem Jesús þetta gerast maður til að deyja á krossi og friðþega fyrir syndirnar og vann stærra verk heldur en að skapa alla veröldina. Og mér langar að lesa líka í Opinberabókinni. Þar sagt frá sýn sem Jóhannes postuli fékk á eyju sem heitir Patmos og hann sér lamb sem slátrað. Ástæðan fyrir að hann sér Jesús sem lamb sem slátrað að Jesú páskalambi sem var deytt fyrir okkar syndir og frelsaði okkur frá dauðanum. Og svo byrja menn að syngja þetta lamb og segja, verður þú að taka við bókinni og rjúfa innsigli hennar, því að þér var slátrað, verið að tala um Jesú, og með blóði þínu keyptir þú Guði til handa menn af sérhverri kynhvísl, tungu, líð og þjóð. Þar með tali mig, þar með tali Söru og þið ykkur sem að hlusta. Og svo bæti og haldi ykkur nú fast,
Það er búið að vera að segja, hér er bara verið að tala um þá sem Jesús keypti með blóði sínu og eru búin að taka á móti þessu. Og hvað er sagt um okkur? Og þú gerðir þá, sem hafa tekið á móti Jesú, að konungum og prestum Guði vorum til handa. Vá. Og þeir munu ríkja á jörðinni. Í hvaða vers er þetta? Þetta er Opinberunarbókin 5. kapli 9. vers og áfram. Vá. Og ég er að segja þetta ekki til þess að skapa þá hugsun að þetta er rosa flott vers sko, að þetta er ekki ég og þetta virkar ekki í mínu lífi. Heldur til að við segjum, byrjum að horfa á okkur eins og Guð horfir á okkur. Og þegar við byrjum að horfa á okkur þannig, þá fer líf okkar að þróast í átt að verða þannig. Amen. Þannig að löng ganga byrja með einu skrefi, segja Kínverjarnir, og ef við byrjum að sjá okkur eins og Guð sér okkur, tala um okkur eins og Guð talar um okkur. Ég veit það er ekki alltaf auðvelt þegar við horfum að bresta okkur að kalla, en gerum það samt. Þá byrja krafturinn að verka innra með okkur og umbreyta okkur. Amen. En þurfum við endilega að segja að við séum konungar, megum við að segja að við séum drottningar? Já, og það er dálítið skemmtilegt með það að Biblían er eins og við sjálf. Við erum börn Guðs, fulla krafti Guðs, með anda Guðs og svo erum við ófullkomin líka. Og Biblían ber til dæmis dáma því hvaða menningunni skrifuð, það sem að við getum kallað það karlaveldi, það sem er talað svona út frá körlum, en það breytir ekki því og það er bara ágætt. Ég var á móti því fyrst, en ég er bara ánægð með það þegar menn settu sko inn í nýju þýðinguna systkin í staðinn fyrir bræður og svona, því að Biblían gerir ekki, það kemur mjög skýrt fram í Biblíunni að fyrir Guði, og eins og Páll segir, fyrir Guði er ekki karl eða kona, ekki þræll eða frjáls maður, ekki tignamaður eða fátækur, það er allir eitt í Kristi og það er engin mannamunur. Amen. Og í Jakobsbréfinu er tekið hart á því ef menn umgangast ríka og fátæka öðruvísi í söfnuðunum. Þannig að og þess náttúrulega lesa aftur úr Pétursbréfinu, en þeir eru útvalin kynslóð, konunglegur prestadómur, heilug þjóð, eignalýður, til að þeir skuli víðfræja dáðir hans, sem kallaði ykkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þið sem áður voruð ekki lýður, eru nú orðin Guðslýður. Þeir sem ekki nutu miskunnar, hafi nú miskun hlotið. Og Jesús segir á einu stað, ég hef gefið ykkur vald yfir öll óvinnaris veldi. Amen. Og einu stað segir ég gefið ykkur vald til að stíga nú höggorm og sportdreka og þannig verið að tala um svona andavald. Þetta er myndlíking. Og Páll gerir sér alveg grein fyrir því að við erum með presti og hann segir þessi fjársjóður Guðs, þessi kraftur Guðs er fjársjóður í leirkerum. Leirker geta sprungið, leirker geta brotnað. En hann segir ofurmagn kraftarins er í leirkerum, í okkur mönnunum sem við höfum tekið á móti Jesú og í okkar veikleika, í okkar vanmáttarkennd, þá opinberast kraftur Guðs. Og við þurfum bara að biðja, segja Guð, ég vil vera erindreki þinn, ég vil vinna þitt verk og ég vil lefa krafti þínum að taka vaxi í mér og taka völdin í mér. Amen. 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 Frábært orð. Bara frábært orð. Takk kærlega fyrir þetta. Við ætlum að fara í hugleiðslubæn og í hugleiðslubænin ætlum við að gera þetta. Við ætlum að taka þessi vers og þennan sannleika úr Biblíunni og setja þetta inn í hjarta okkar og trúa þessu. Og það er bara þannig að þegar við trúum orðið Guðs hver við erum,
þá förum við að bera höfuð hátt. Já. Þá förum við að ganga með reisn. Þá förum við að ganga í krafti heilags anda. Þá förum við að biðja og tala út í trú. Það sem að orð Guð segir okkur að tala út í trú. Og við förum að koma fram við okkur sjálf af virðingu og kærleika og elsku og við hættum algjörlega að segja eða hugsa nokkuð niðrandi okkur sjálf eða okkar heilsu eða náungan ef því að skipta. Þannig að það kemur svo mikill heilaleiki og svo mikill innri umbreyting og lækning þegar við tökum við þessum versum í trú og við förum að sjá okkur og trúa okkur sjálf eins og Guð sér okkur og það sem Guð segir okkur. Amen. Amen. Og skulum við bara koma okkur þægilega fyrir og í Jesú nafni þá legg ég þessa hugleiðslubæn í hendi Föðurins og þegar þú ert tilbúin máttu draga djúpt inn andann og loka augunum þegar þú blæst frá. Og hugleiðslubænin virkar þannig að ég fer með svona bænir og þú endurtekur hana eftir mér. Og það er mjög gott að ef þú hefur næði til þess að endurtaka það upphátt af því að það er kraftur í hinu talaða orði. En ég ætla samt að biðja Einar að gera það ekki af því að þið eru að fylgja minni röddu. Einar getur gert það bara í hjartanu sínu en þið ef þið hafið tækifæri til þess segið þetta upphátt. Það er miklu meiri kraftur í því heldur en bara að endurtaka þetta í hjartanu en það er líka kraftur í því. Amen. Og ég ætla bara að biðja heilagan anda að leiða þessa bæn. Ég þakka þér, Jesús, að þú ert lambið sem slátrað var frá grundvöllum veraldar. Ég þakka þér, Jesús, að þú hefur unnið algjöran sigur. Og ég þakka þér, Jesús, að þú hefur gefið mér þennan sigur. Að þú hefur gefið mér þetta vald. Vald yfir öllu illu. Vald yfir því sem er hér á jörðinni. Í Jesú nafni. Ég tek við nýrri sjálfsmynd frá þér, Faðir. Og ég vel að trúa í hjarta mínu öllu því sem að þú og þitt orð segir mig og hver ég er. Í Jesú nafni, ég er konungur eða drottning, ég er prestur í þínu ríki. Í Jesú nafni, ég er musteri heilags anda og heilagur andi býr innra með mér. Og upprisukraftur heilags anda starfar og verkar innra með mér. Ég þakka þér, Jesús, að ég er erindreki þinn hér á jörðinni og ég tala það út í trú. Að ég er læknuð, ég er heilbrigður og ég er frjáls. Og ég hef hugrekki og dirfsku og kjark til að hlýða þínu orði
og til þess að segja frá þér, Jesús. Í Jesú nafni lýsi ég því yfir að ég hef hugrekki og kjark og trú til að leggja hendur yfir fólk og tala lækningu, tala líf, tala heilbrigði Krists inn í fólk. Í Jesú nafni ég set innsigli á varir mínar og tungu mína og ég lýsi því yfir að hvert orð sem ég mæli er blessun, er líf, er lækning, er heilbrigði, er upplífgandi, er ljós. Og allt það sem ég kann að hafa sagt í fortíðinni sem var myrkur er afmáð í Jesú nafni fyrir fullt og allt. Það er farið, það er horfið. Jesús, ég trúi á þig. Jesús, takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að þú gafst mér nýtt líf, eilíft líf. Og ég tek í trú við öllu því verki sem þú vannst. Þegar þú gafst líf þitt á krossinum og þegar þú reist upp frá dauðum og settist föðurnum til hægri handar. Og ég vel að trúa því í hjarta mínu að ég sit við hlið þér til hægri handar föðurins og ég ríki með þér hér á þessari jörð. Og ég þakka þér fyrir, Faðir, að þú hefur gefið okkur miskunnsemi þína, skilyrðislausa elsku þína, frið þinn og lækningu. Og ég vel að ganga í þínu ljósi, ég vel að lifa í þínu ljósi, í þínum kærleika alla eilífð. Í Jesú nafni þá hleypi ég þér enn dýpri inn í hjarta mitt, Jesús. Og með ljósinu þínu lýsi upp allt mitt hjarta. Hverja hugsun og hvert orð. Og ég hertek hverja hugsun til hlýðni við Krist. Og ég lýsi upp tunguna mína sem að tala ljós. Nú langar mig til þess að
biðja fyrir ykkur og ég ætla að biðja heilagan anda að biðja í gegnum mig. Og ég finn að það eru 3 bænir sem að heilagur andi að leggja á hjarta mitt núna. Og ég ætla bara að biðja hvern og einn sem að hlusta að opna hjarta sitt núna fyrir heilagum anda. Í Jesú nafni, meðtaktu heilagan anda. Í Jesú nafni, þá kemur eldur heilags anda núna og hann flæðir inn í hjartað. Hann flæðir inn í sálina þína. Hann flæðir inn í líkamann þinn og hann flæðir inn í hugan þinn og eldur heilags anda, hann brennur upp allt sem ekki frá Guði. Það fuðrar upp, það gufar upp og það hverfur út núna. Og eftir situr allt það guðlega, það fallega, gimsteinarnir, gersemarnir, demantarnir frá Jesú Kristi í þínu hjarta. Og eldur heilags anda að brenna upp alla vantrú, allar rangar hugmyndir, allt gamalt sem hingað til hefur neitað að fara í Jesú nafni, það farið. Og þú ert búin að sleppa því. Og eldur heilags anda, hann logar innra með þér. Í Jesú nafni, þá tala ég blóð Jesú Krists yfir þig, yfir hjartað þitt, yfir sálina þína, yfir líkamann þinn, yfir hugsanir þínar og tilfinningar þínar og blóðið það hefur hreinsað þig. Blóð Jesú Krists hefur hreinsað þig. Og Jesús sagði þú ert hrein, þú ert hreinn. Og 3. atriðið er lækningin. Jesús Kristur er læknirinn og hann er lækningin. Og lækningin átti sér stað fyrir 2000 árum þegar Jesús dó á krossinum. Og þá læknaði hann alla sjúkdóma. Hann bar alla sjúkdóma svo við þurftum ekki að gera það. Og ég segi í Jesú nafni meðtaktu lækninguna núna í trú. Þú hefur meðtekið lækninguna núna í trú. Og hún flæðir frá himnunum inn í hverja einustu frumu í líkamanninum, inn í hverja einustu hugsun, inn í hjartað þitt, inn í hverja syn, inn í hvern einasta vöðva, inn í hvert líffæri, inn í lungun þín, inn í meltingakerfið, inn í öndunarfærin, inn í augun þín, inn í húðina þína, inn í heilann þinn, inn í hverja einustu frumu í þínum líkama flæðir kraftaverka lækning Jesú Krists. Og þessi lækning er eilíf lækning. Fyrir hans spenjar ertu heil, ertu heill. Í Jesú nafni, það kemur ný trúin í hjartað þitt núna. Þú trúir þessu. Þú veist þetta. Þú ert algjörlega fullviss og sannfærður í hjartanu þínu að þú ert læknuð, þú ert læknaður. Á sál, í andanum þínum og í öllum líkamanum þínum, í huganum þínum, í tilfinningunum þínum, allt saman læknað. Og það getur verið að þú finnir það núna strax, en það getur líka tekið smá tíma að koma algjörlega og fyllilega fram í hinu efnislega. Og þá bíður eftir því með eftirvæntingu í hjartanu.
Af því að þú veist að andinn sem innra með þér lifir, að valdið sem þér hefur verið falið, er svo miklu, miklu, miklu sterkara heldur en nokkuð myrkur, nokkuð sjúkdómur eða kvíði eða hvað annað sem kann að hafa truflað því í fortíðinni. Í Jesú nafni þá gef ég þér nýjan fókus og ég gef þér fókus í Jesú Krists. Og hans fókus er alltaf á Guð, á ljósið, kærleikann, hjálpræðið, elskuna og friðinn, að falla það góða sem Jesús er. Og það er það sem þú fókusar á. Það er það sem þú hugsar það er það sem þú talar út, alla daga, alltaf. Og hvert sem þú ferð, þá sérðu fegurðina, þú sérð Jesús, eða það sem Jesús er að gera. Og þú horfir á kostina, þú sérð tækifærin, þú sérð allsnættirnar. Þú sérð það stórkostlega og fallega og dásamlega hvert sem þú ferð og hvar sem þú ert. Jafnvel á dimmustu stöðunum þá finnur þú ljósið. Af því að fókusinn þinn og augun þín er fullkomlega bjart og fullt af Jesú Kristi. Hvert sem þú ferð sérðu blessun. Og fólk á eftir að segja við þig, vá, hún eða hann getur alltaf séð það góða og fallega í öllu og öllum og allstar. Þetta er svo magnaður eiginleiki og svo mikið blessun. Og ég bara legg hendina núna yfir tungu sérhvers og eins og ég segi, í Jesú nafni talaðu líf. Í Jesú nafni talaðu heilbrigði. Í Jesú nafni talaðu trú. Amen. Það er, Guð er að gera eitthvað stórkostlegt í hinu ósýnilega. Það er svona sterk og öflug undir alda og ég veit að allir sem eru að hlusta finna þetta, skynja þetta. Það er eitthvað stórkostlegt að koma frá Guði, eitthvað rosalegt yfirflæði, vakning. Eitthvað stórkostlegra heldur en við höfum nokkuð tíma að sé áður. Og Guð ætlar að sýna þér eitthvað sem mun gera þér svo hissa og svo undrandi og svo glaða eða glaðan. Og hjarta okkar, hjarta þitt fyllist af eftirvæntingu og tilhlökkun. Hvað verður það? Hvað er Guð að fara að gera?